Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur og það 18. október. Já, en yfir í efni þáttarins í dag, Ilmur Kristjánsdóttir, leikona, skrifaði færslu á Facebook í gær sem vakti mikla athygli. Það hún að velta fyrir sér prófum í lesraða hjá skólabörnum og af hverju það sé verið að leggja áherslu á að börn lesi hratt. Hún segist hafa lagt áherslu á að börnin sín skilji það sem þau lesa en þessi hraðapróf hafi orðið til þess að þau mistu áhuga og sjálfstraust í lestrinum. Og það óvægt að segja að þessi færsla hafi vakið mikla athygli því að henni hefur verið deilt næstum 1000 sinnum og athugasemdirnar eru næstum 500 þar sem að flestir þakka henni fyrir að vekja athygli á þessu og taka undir með henni. Og Ilmur ætlar að koma til okkar og verða hér hjá okkur eftir ræða aðeins við hana hvað hún að fara með þessu og þessi viðbröð, sterku viðbröð sem hún hefur fengið. Já. Og svo munu fleiri þættir hér á Rás 1 fylgja þess eftir á morgun. Við förum betur yfir það í lok viðtalsins við Ilmi. Ilmur Kristjánsdóttir, leikona, velkomin í mannlega þáttinn. Afsæki, við förum stundum bara á eitthvað flug eitthvað til loftið, sko. Þú skrifaði færslu á Facebook í gær sem að vakti bara gríðarlega athygli og mikil viðbrögð og það bara, eins og þú sagði nú að systíðin hefði verið að fylgjast með og hún hefði bara varla séð svona margar deilingar og hún verið sér vann með forsætisráðherra, sko. Þannig, og ég segi það líka, bara á stuttum tíma, bara 1000 manns búin að deila þessu. Útskýrðu hvað þú varst að fara í þessari færslu. Já, ég að segja frá því þarna að sonur minn kom heim í síðustu viku með svona lesaðapróf, svona línuritt sem að koma frá Menntamálastofnun og þar sem eru svona viðmið, 3 viðmið leshraða og ég farið, þetta eru 3 mælingar á ári og þau fá sérst hvort þau séu undir viðmiði eða réttur róli og eitthvað svona alveg. Og ég farið í gegnum þetta með dóttur mína, hún var líka þegar hún var í 3. bekk þá stoppaði íslensku kennarinn hennar með út á götu til þess að segja mig hvað hún læsi fallega og hvað væri gaman að hlusta á hana og síðan, og ég var náttúrulega bara mjög stolt af því og síðan fóru einhvern hennar að dala því hún hélt ekki í við hraðan sem hún átti að sína í þessum leshraðaprófum og við vorum alltaf bara í heimalestri að einbeita okkur af þessum bara fagurfræðinni að lesa fallega og skilja það sem hún var að lesa. Já. En ég sá líka áhugan hjá henni dala. Þetta var svona, þú veist, eitthvað sem var bara leiðilegt. En tengdur það við það að henni fór að ganga það að segja að því hún datt aftur úr í hraða? Já, sko, að því bara þetta, í rauninni þetta einkunnagjöfin, eða þetta, þú veist, þú færð þessi skilaboð, þú sért undir viðmiði, sem bara eins og við maður haft heyrt þessi menntaðumur sem voru í gamla dag og þessi lesræðapróf voru í gamla dag og þessum bekkjum var skipt eftir getu og eitthvað svona rugl, þar sem að, sko, sjálfsmyndin í rauninni brotið niður að óþörfu. Já. Og út af einhverju flokkakerfi, og þetta alveg að sama. Og síðan strákurinn minn komin í 3. bekk núna og við og hann svona, hann myndi að byrja að læra og það svo gaman að fylgjast með honum, vera að lesa og hann að byrja að skilja orðir og ég alltaf svo, ég stundum eins og svona harður Suzuki píanokennari eða þessum bara svona, nei, lestu þetta aftur, fáðu tilfinningu í þetta og hann að byrja svona, ég sé hann, það svona vaknar hjá honum þessi tilfinning fyrir orðunum og það svo gaman að fylgjast með því og ég var nýbúin að hrósa honum fyrir þetta. Að hvað hann læsi fallega og hvað hann var farin og hann var sjálfur, ég var að spyrja hann, finnst þér ekki miklu skemmtilega að lesa svona að því textin lifnaði við hjá honum og þá kemur þetta línuritt heim og hann niðurbrotin að því að hann var ekki á einhverjum kúrfu þá hafði hann farið aftur, hann las í rauninni færri orð á mínútu heldur hann hafði gert í maí og þú veist bara sumarið eða kannski var hann bara rosalega mikið að vanda sig en þau eiga basically ekki að stoppa við punkta í þessum lesraða og ég skil þetta ekki og ég fekk svolítið og þegar hann rétti mér þetta próf og þá fauk svo í mig, ég reif það fyrir framan hann og hann var náttúrulega mjög hissa á þessu en kannski glaður? Já, hann var, ég sá alveg að fóru úr honum skömmin, sko og hún fannst þetta svolítið svona skrítið en síðan nefnilega svo vorum við að fara yfir því hún að fara í fóldraviðtal í vikunni og við vorum að fara yfir svona blað hvernig hún leið í skólanum og hvað myndi vilja bæta og þá náttúrulega hvað viltu bæta og hann segi ég vil lesa hraðar
auðvitað það bara bara eitthvað svona kappsmál. Já, auðvitað vil hann bara búið að fá þau skilabúið í skólanum, maður les ekki nú rætt. Þannig að maður líka svona, þó að ég sé að gera allt mitt til þess að einhvern veginn fá þau til þess að hafa áhuga á bókum og lestri og dettin í söguna og hlusta á sjálfa sig tala og fá valdeflast við það og tilfinningur, þá finnst mér að bara vera sko, skilabúðin akkurat þver öfug sem kom úr skólan. Að þetta með leshraðan, að sé lögð svona mikil áhersla á hann og ef þú dettur aftur úr í því, þá bara það letjandi í rauninni, það getur drepið niður áhugan og sjálfstraust og annað. Já, það gerir það. Og ég veit að auðvitað eru kennarar og það sýnir sig líka á þessum fæslum að margir kennarar búin að hafa sambandi við mig og margir kennarar búin að kommenta og deila að þetta er bara að þetta er bara orði í tíma töluð eða þú veist að þeim vantaði öllum eitthvað til þess að deila þetta, allir sammála þetta, kennararnir líka. Já, ég ætlaði að spyrja að því að viðbröðin eru ég meina þarna eru bara komið næstu 500 athugasemdir og allar þessar deilingar. Og það eru líka kennarar, en hvaðan kemur þetta? Veit fólk hvaðan þetta system kemur eða þessi greining? Systemið kemur frá Menntamálastofnun. Já, en er það að erlendri fyrirmynd eða hvaðan kemur þessi? Nei, þar verðið að fá einhverja sérfræðinga inn, en mér skilst að það er eitthvað vísindi á baku þetta sem að eru samt byggð á mjög veikum grunni, en það er eitthvað með að hraðin og minnið, þú veist, eitthvað gerist líffræðilega í heilanum við þetta og Já, ég sá aðra fæslu hjá, ég held að sé ungur kennari sem var að tala þetta sko lesfimi próf í rauninni eða lesfimi sem hann var að tala og þetta með sjónminnið að þú þurfur ekki að lesa hvern einasta staf heldur og þú lærir sjónminnið á orðin og þar að leiðandi komi meiri hraði en þetta getur náttúrulega bara eins og þú ert að segja því auðvitað eru við misjöfn, sumum gengur aðeins hægar að ná upp hraða og þá getur ef þú passar ekki inn í einhverju kurvu eða ert undir einhverju prósentutölu eða eitthvað slíkt, þá getur þetta virka bara mjög letjandi, eða dregið úr þér og ég meina ég þekki þetta líka bara á mínu heimili, sko, þess að ég kveikti svo sterkt á þess þegar ég las, bara þetta kjarnaði hvernig hvað við höfum lent í heima hjá mér og greinilega fleiri foreldrar. Alveg, já. En sko, ég veit ekki hvort þið tilviljun eða ekki, en bara í gær eftir að þú settir inn þessa fæslu þá kom að Menntamálastofnun og hún var bara lögð niður. Já, þetta er enga tilviljun. Þú hefur líklega fellt hana bara með þessari fæslu. Já, það sagði ykkur í gríni, sko, ég væri svo mikill áhrifavaldur, ég þurfti ekki nema eina Facebook-fæslu þá væri heil stofnun lögð niður. Já, en það er nú ekki þannig, það hefur verið eitthvað endurskipuleggja og eitthvað slíkt. Já, en svona, hvaða sögur hefur þú fengið frá öðrum foreldrum sem svona tengja við, var þetta verra en þetta? Eða? Ein saga sem kom inn á þráðin, það var stelpa sem var að lýsa, henni gekk alltaf svo vel á þessum prófum. Hún lærði að lesa svo hratt, en það hefur háð henni vegna þess að hún þarf alltaf að lesa allt sem hún les 3-4 sinnum til þess að ná innihaldinu. Já, að því það náttúrulega bara ekki sama sem myrki milli þess að lesa hratt og að skilja og taka inn. Þetta er bara, þetta virðist ekki vera að gera neitt gagn, en það sést það alveg á þessum könnunum sem sýna að 38% barna eða sem að útskrifast úr grunnskóla eru undir viðmiði í lesskilningi. Já, í lesskilningi, akkurat, og er það ekki það sem við viljum? Það hlýtur að vera, til hvers? Til hvers eru það að lesa hratt ef þau mun ekki hvað þau lesa? Já, þetta er eitthvað svo rosalega pointless. En er það sem sagt þannig að það eru kennarar líka sem hafa samband við og segist vera bara algjörlega sammálaður? Já, alveg 100%. En eru engi búin að hafa samband við því sem eru svona einhvern veginn að reyna að mæla þessu með þessu eða? Jú, það er alveg einhverjir kennarar sem eru samt svona, eru líka stiga mjög varfærnis þetta jarðar, kannski líka bara að reyna að útskýra hvað þetta á að gera, en það hefur enginn kommentað eða haft samband við mig sem að sko 100% með þessu í liði eða stiður þetta. Það er líka eitt bara að þetta sé gert, en annað er að kannski barnið fái í hendurnar, niðurstöðurnar og sjái á einhverju kurvu að það sé undir. Það er alveg líka, ég sá einhverstað að kasta fram af hverju að vera láta í rauninni þetta í hendurnar á börnunum, að sína þeim það. Já. Það er mögulega einhlið. Nei, og hvernig á þetta gagnast kennurum líka?
Ég meina það því að það hefur verið að tala um að þetta sé góður mælikvarði á að meta hvort það sé sko einhverju lestrar örðuleikar í gangi en þú getur hlýtur að geta metið það bara með því að setjast niður með barninu og lesa með því og tala við það. Já, akkurat. Þurfum við þessi línuritt? Þarf þetta í alvörunni? Já. Og ef það einhverju erfiðleikar, ekki betra þá að lesa hægar til að laga það? Ég segi það. Já, ég meina að það hlýtur að vera sko lesskilningurinn, að geta lesið texta og tekið út úr honum það sem er mikilvægast í honum. Það hlýtur nú að vera það sem er mikilvægast að læra. Já. En svo finnst mér líka annað sem er líka gleymist mjög oft og við þekkjum úr leiklistinni og það er bara að það sé kennt þessi tilfinning fyrir texta. Að það sé, þú veist, það sé bara mystikinn í kringum bókmentir og það að, þú veist, fara með texta og leyfa texta að lifna við. Þú veist, þetta er algjör svona þriðja vídd sem er ekkert verið að spá í. Það er þá, þú veist, jú, eitt er hraði og eitt er skilningur, en annað er líka bara tilfinning og tjáning. Já. Og hvað gerir mikið fyrir þig að nota þetta form, lestrarformið og lesa upp átt og röddina þína til þess að bara efla sjálfstraust og læra inn á sjálfa þig. Læra að nota tungumáli til þess að tjá þig og koma, þú veist, tilfinningum þínum í orð. Já. Mjög mikilvægt, mér finnst líka athyglisvert það sem hún sagði hérna áður en við byrjuðum að þá í upplestrakeppninni eða þessi stóra upplestrakeppni, ég held hún heiti það, þar er verið að kenna krökkunum að lesa hægt og taka utan orðin og lesa með tilfinningu og skilningi. Er sú keppni ekkert á vegum skólana? Því þarna finnst mér þetta að vera svona... Nei, þessu keppni er alveg sér fyrirbæri og skólanir senda inn og þetta er svolítið svona svo Getur betur eða Morfís eða veit að þetta er svona fyrir utan hvað er í grunnskólanum, bara keppnir sem eru fyrir fyrir utan skólan sjálfan og þar eru, og ég hef verið fengin inn í skóla til þess að hjálpa krökkum að bara þjálfa þau fyrir þessa upplestrarkeppni. Þá er rauninni að því þú ert leikona og með þessa reynslu sem þú ert með. Já, þannig að þetta er ekki beinlínis virðist vera inn í skólakerfinu. Og það er nú líka, ég veit ekki hvernig það er með, hvað heitir það? Námskrá. En sko leiklist og tjáning held ég eigi að vera skyldufag, sko. En þú hefur allan að augljóst mál margar hliðar á sig, að þú hefur hitt á einhvern streng þarna hjá ansi mörgum. Já, nákvæmlega, en við ætlum að benda bara á að það voru fleiri þættir hér á Rás 1 sem að gripu þetta á lofti, að þetta greinilega hitti í marga. Á morgun í samfélaginu þá kemur Svava Þórildur Hjaltalín, læsisfræðingur, grunnskólakennar og verkefnastjóri við rannsóknarsetur menntun og hugafar. Já, og svo í fyrramálið á morgunvaktinni þá kemur hann Hermundur Sigmundsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands og Norska tækni- og vísindaháskólanum í Þrándheimi. Þannig að það á að ræða þetta bara áfram. Já. Og vonandi bara hefur þetta vakið umræðu sem að skilar einhverju. Já, ég vona að fræðasamfélagi taki þessu líka einhvern veginn bara fagnandi til þess að umbylta þessu. Þú veist, það eru allir foreldrar í þessu liði. Það viljum breytingar, sko. Já, Ilmur Kristjánsdóttir, takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá hér í mannlega þættinu.